Hola chica. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Eitthvað. Wow. Takk. Spanish word of the day? Hvað? Toilet paper. Toilet paper? Já. Kannski það? Nei, varst að lesa svona toilet paper með Spanish word of the day? Ég fór The French code. Ó. En já, Spanjól. Við erum að fara til Spánar eða? I wish. Já, same. Það stýttist ég. Já, bara einn daginn, sko. Einn daginn? Já, við erum bara að fara. Við erum bara farnar. Við erum bara á árunni. Já, við erum að manifesta Já, við það. ætlum að manifesta þetta. Það er svo leys. Manifested. Þú veist að hella upp á te Yes. hérna. Of course you are. Beinustu leið í teð. Beinsleið. Gjör svo vel. Takk að fyrir. Jæja. Þessi massi ekki bara búin að vera góð mánuður eða? Jú, bara frábær. Ekki bara. Jú. Ég myndi alveg segja það. Bara næs. Þú að spila með tilfinningarna manns hérna veðrið og svona. Já. Það er bjart. Svo stundum bara snjór eitthvað. Svona stormur og svo léttskið. Já. Stormur léttskið. Já. Stormur léttskið. Svona, what? Svo þú veist, hvað ætli séu margir jarðskjálftar búin að vera í mars? Ég veit ekki. Nei, margir. Alveg meira 1000, sko. Heldur það? Já, bóðið. Ég held að. Ó, það er crazy, sko. Ángríns. It's a crazy. Líka bara It's svona, crazy. þegar maður er upplöðað þess að skjálta, maður er bara svona, á hvað tímpúnta á ég var hrædd og fyrir að fara til borð? Manstu þegar fyrsti jarðskjálfti kom, við vorum saman. Já, Ég sko, ég og sko Birta. allra fyrsta af þessum, Já. að þarf að tala um af þessum hrunum Já. sem urðu síðan. Einhvern veginn februar, bara. Já, enda februar. Já, enda februar. Já. Það ekki? Jú. Jú. Og hérna, ég og Birta vorum saman. Það var engin jarðskjálfti búnir að vera. Nei, ekki neitt. Og hérna ég er eitthvað svona að halla mér upp í veggin, við erum á okkur fundi, ég er eitthvað að halla mér upp í veggin og Birta stendur bara frá mig og ég eitthvað við fann bara allt hristast og bara svona, ég var bara, er ég bara lasina, hvað er í gangi með mig bara, ég held bara, ég var bara með eitthvað brútal svima, svo var ég bara, Birta fannst þetta, hún eitthvað, nei eitthvað, fannst þetta ekki ég eitthvað, var þetta jarðskjálfti? Ég bara, nei, sinni, nei, þetta var ekki Sunna. jarðskjálfti og svo komu allir fram bara, funduðu jarðskjálftan Já, bara og Birta var bara, kjáni. what? Ég var hans að kjáni. Já. Af því ég var bara, Sunna, Þú hvað? veist bara, þú lest þess að ég verið fáviti að halda að vera Af því jarðskjálfti ég stóð á báðum fótum, bara beint fyrir fram mig. beint fyrir fram að þig og ég fann ekki fyrir einu einasta. Ég held að það var bara því að ég hallaði mig upp í vegginn, sko. En hvernig fann ég bara ekki neitt? Það var mjög skrítið, sko. En ég finn aldrei, ég hef ekki fundið neitt nema þennan. Nei. Þetta er einu. Ha? Já. Af öllum rununum? Já. Ég hef ekki fundið neitt annan. Í alvörunni? Þú ert að grínast. Ég er ekki að djóka, sko. Þú ert mikið í bílinu þínum, sko, það hlýtur að vera. Nei, What? En þessi sem hafa verið að koma á næturnar og þannig og bara, ég vakna ekki við það. ok, ég Já. sé ekki hérna. Þannig að ég held að það hristist bara svo lítið heima að vera eitthvað. Það hristist alveg freka mikið hjá með þér, það ekki? Jú, ég náttúrulega er, þú veist, í blokk. Já. Það er alltaf síðan svo búið að keyra húsi. Einmitt. Það er skrítið, ég hef ekki fundið neitt um þetta. Veist það, Spes, smá skrítið, sko. Leðilegt, en næja, Æja. ég mun að finna einhvern í framtíðinni. En Mars er búin að vera svona, Já, svolítið svona upp og niður. En æði, upp og niður, gott orð. er það ekki? Jú, Finnst það ekki? basically upp og niður. Upp og niður. En herrið, við ætlum að tala um Laugaspa Organic Skincare. Of course we are. C-vítamín, fyrir það. Elskum það. Elska séfinu mín, elska það á húðina, elska það í mat. Já, já. Er, En, er ekki óslega mikið C-vitamíni til dæmis í appelsínum? jú, það er svona fyrstu hlutur sem við þetta í hug. Já, appelsínur. En C-vítamín drópunum virka þannig að maður setur bara 1-2 drópa út á hérna bara kremi sitt Já. eða eitthvað þannig og maður nota á daginn og nætunar. Já, dag eða nætukrem. Já, en ég myndi samt að mæla með að nota sólavörn hérna, Já. ef þú ert að nota það yfir daginn og Ok. eða bara, við núna mælum það alltaf að nota sólavörn en Já. sérstaklega ef þú ert að nota C-vítamín. Já. Því að, þú veist, er það þá bara því að þetta er svona ótrúlega, þú veist, góð virkni í þessu og Ég þá held er að- já, húðin næmari. Já, ég held að bara að þetta er að lýsa upp svona dökka bletti og þannig og ég held að vera bara svona næmari fyrir þá bara geislum og eitthvað Já. þannig það myndi ég halda. Já, það er allan að, þú veist, er bara góð þimulbjöturegla Alltaf að vera sólarvörn. alltaf með sólverð. Þú veist, er það ekki bara? Jú, 100%. En hérna, en C-vitamindrópanir einmitt eins og þú sagðir, bara onni í dagkremið þitt, nætukremið þitt. Ég er meira að setja í nætukremi Já, ég líka. af því að mér finnst einhvern veginn, mér finnst tælar að vakna og það er svona bara jafn út húðlitin. Já, maður er líka bara, maður veit svona að varan er hér og það er ekkert annað Já. sem er að
þú veist, ekkert make-up eða eitthvað fólk í henni mengun eða eitthvað, ég er svo óslega meðvitað húðinu mínu út af mengun. Já. Þannig ég bara svona, þarna er ég bara með bara öll krem mín og allt, ég held bara nutta, passa sig að nutta ekki þannig að þú tegir á húðinu, nutta vörinu svona inn í húðina, tappana inn í ég elska the skincare, bara það var skemmtilegasti tíminu kvöldin, sko. Já, algjörlega. Mér fannst það einu alltaf gæti leðilegt. En nú er þetta bara svona slökkva á, þú veist, ég bara, og líka ég er eiginlega, ég tek alveg minn tíma í þetta, þú veist, ég er bara að dunda mér, ég er ekki að flýta mér, stundum er ég að flýta mér, en ég er yfirleitt bara að dunda mér við það að taka málingan af og og eitthvað svona og þú veist, kveika podcastum og hlusta með það, það er ekki að kósi. Það er bara svo næst líka að vera að setja svona kreminn og allt þetta á húðina, maður svona, En þú veist, þetta er náttúrulega C-drópar, eða þú veist, C-vitamíndrópar og eins og við erum búin að þetta jafnar, þú veist, á að jafna húðlitinn og dregur úr öldrum húðar sem að við þú ert næstu ára 25 ára. Nei, það er langt, það er samt langt, En ég, hálf 50. Það er gott fyrir mig. Gamla kettlingin. Og vinnur á svona dökkum blettum og andöksunaröfni og you name it. Þetta er eins og smetla á sig góðri apelsínu. Já. En ástæðan ég var að googla bara með, svo sé ég mikið segja með rand með sólavörn og þetta. Já. En þetta bara gerir húðina meira næma fyrir sólabruna. Það er alltaf að vera að lýsa upp þessi... Já, og það er bara sterk virk í þessu. Já, nákvæmlega. Þannig að, já. En það er líka bara í, þú veist, nánast öllu sem þú berð á þig. Já, bara mörgu öðru skilur svo, þú veist, að nota retinol og allt þetta skilur, þá verður maður alltaf að passa sig. Við erum sólarvörn alltaf skilur. Bara sama hvað, krakkar. Bara þumulbóttirregla. Já. Sólarvörn. Þið eru svo heppin að, þú veist, ef þið eru ung að hlusta. Já. Svo heppin hvað maður veit mikið núna. Ég er alltaf... Upplýsingaflæði er gott. Já, bara þú veist, bara ímyndaðu hvað, við höfum talað um það áður, ímyndaðu bara hvað allir verða ungir í framtíðinni ef þið byrja að nota sólavörn strax. Já. Ég er bara, I'm amazed, sko. Við fættust á vitlausum tíma. Já. Aðeins og seint. Ég vil fjæða svona 5 árum. Seinna. Já. Þá var ég svona að fá allt þetta í æð á réttum tíma. Það er rétt. Það voru 20 það væri sexy, sko. Fuck, í 5 ára ég hugsa svona, já það eru nú 17 ára. Það var bara 20. Líka eitthvað svona þegar ég fatt að núna ég var 25 ára, þá var ég bara, vá, þú veist, pældu ok, ekki það að ég er eitthvað að missa eitthvað tækifæri eitthvað þannig, en alltaf þegar svona gett Hollywood stjörnur og Leonardo DiCaprio, hann alltaf deyta gett unga stelpur, það er alltaf 20 ég var svona, vá, ég er orðin of gömul fyrir Leonardo DiCaprio. Já, og Scott Disick og eitthvað Lungur og gömul fyrir Scott, sko. Það er andra rétt, en þú fatt hvað ég meina, maður heyrir alltaf svona Hollywood, þeir eru alltaf að deyta ykkur 19 ára, 20 og maður er bara svona well, it ain't gonna be me. Ekki að ég sé mig safi, ég bara segja það er bara ákveðin. Það er bara aldurinn sem maður er að bara svona, oh my ég er eldri en það. Já, því maður þegar þær eru svona eldri en maður. Já, eða sama aldri þegar hann er að deyta ykkur 20 og maður bara, á mínum aldri, Hún er ég bara, guð, barnið. Elsku barn. En talandi sólina og börn, þá er gaman að tala um ísbúðhuppu. Já. Hvað er betra en að fara í góðan ísbíltúr og að fá sér tebásrefin með börnunum í sólinni? Það er ekkert betra. Svo myndir þú setja appi sinu? Í bræðref? Já. Nei, ekki heldur. Samt fílar appisinu súklaði? Sko, já, stundum. Ég fílar appisinu súklaði. Þegar það er gert rétt. Já. Ég vil fengi mjög gott, svo ég vil fengi svona Já. En mér finnst aldrei Ég get alveg sett appisinu súklaði í bræðref minn, sko. Já, ég geti gert það. Það er endur alveg pæling. Að því mann þegar vorum við að tala um lemongrass og þá vorum við að pæla, myndir þú setja sítrónu? Já. Nei. Jú, kannski sorbet, það er það sem við segjum þá. Já, jú, trú. Góða punktur sem I like myself. En tebósrefurinn náttúrulega klikkar aldrei. Nei, hann hefur aldrei klikkað, sko. Nei, og líka bara þú veist eins og vorum eitthvað ræðið síðast þætti bara, hvað er þægilegt að vera bara með, ég ætla að fá þessa uppskrift og bara allir þeir sem eru eins og ég var, bara hafa ekki pröfa neitt annað en sína samsetning á bragðið. Eitt skipti, pröfa. Testa þetta. Geða þessi séns. Sjá hvernig þetta er. Já. Ég lofa. Það er svona eiginlega að lofa. Nei, bara lofa. Ég lofa. Nei, maður sem netuð hana mig.
Já, please lefti þá. Já. Það er frekar mikið netum í þessu. Við elskum netur. Já, ég þurfti alveg að vanda mig, Já, ég sá það. Netur. En já, en bara please, bara pröfa. Farið í ísbúhuppu og testiði tebúðsreifun okkar. Elsku besta. Ég væri líka bara til, þú veist, ég hef ekki ennþá heyrt ef einhvern fannst hann vondur. Nei. Þannig ég trú ekki að þessi til manneskja núti sem finnst hann ekki góður. Það er bara skrítið eða finnst þetta vont. Já, og þú veist ekki með netu á hann. Já. Annars máttu, það er eina afsökunum. Já, þessi rauninni, sko, því að hver finnst í jarðabur ekki góð? Einmitt. Hver finnst Oreo ekki gott? Það eru mannskjur. Sem finnst Oreo ekki gott? Jóhanna, vinkona okkar. Hún borðar ekki Oreo. Hún skrítin, sko. Já. En hún búin að fá sér tebúsreifin? Greinlega ekki. Vá. En já, nei, hún borðar ekki Oreo. Kannski svona Oreo sem er með svona utanum súkkulaði eða eitthvað. Það er sama Oreoið. Ég skil bara ekki fólk sem fílar ekki Oreo. Nei. Oreo er það besta sem ég veit. Já, sorry, það er bara 100%. Ég hef alltaf sett það í bræðarinn, bara alltaf. Já, ég líka, sko. Þú veist, ok, já, jarðabur, hver finnst það ekki gott? Hefur heyrt eitthvað sem finnst jarðabur vond? Nei. Það er skrítið. Það er mjög skrítið. Ok. Ég áhyggjur þeim mannski. Jarðabur, good. Oreo, good. Nýðsmjör, good. Og svo snikkarskull sem topping. Já. Vá. Þannig það er líka, ég er búin að heyra óslega mikið það bara snikkarskulli ofan á er eitthvað annað gott. Það er the final touch. Já. Þú veist, það er alveg bara að hafa svona smá crunch, af því að það blandast ekki við þannig að það er svona smá crunchy. Svona borða svona efst og svona niður skilur þannig að maður fær svona crunchy með mjúka. Já. Það er æði. Herðu, Birta, ég er með random spurningu dagsins. Fuck. Ef það væri gerð bíómynd lífið þitt, hver myndi leika þig? Ói, þetta er of svona... Hvern myndir þú vilja hafa? Þetta er of stór spurning til þess að bara fatta bara á 0-1 hvernig ég myndi vilja hafa. Ég veit það ekki. Ég veit ekki akkur með fyrsta mannski sem datt í hug þegar ég spurði þessu núna og horfði á andlitaðar, þá hugsaði ég Katie Holmes. Ok. Það er alveg... Ég fíla hana, sko. Og hún þurfti þá að leika þig kannski Eldri bara. Eldri? Já, vá, það má alveg. En pældi að vera alveg komið fullt af eitthvað nýjum leikum. Já. Pældi það við erum gamlar konur, bara 60 ára eða eitthvað. Pældi hvað að verði bara allt önnur kynslóð. Já, allt önnur, sko. Hver verður Leonardo DiCaprio? Við erum að taka annað þátt sem við erum að spá fyrir. Oh my god, við verðum að gera það. Hver verður Leo og hver verður bara Hver verða næstu stjörnunar. Já. Svo við tókum næsta kynslu Hollywood, en það var meira svona... Það var svona reality meira... Já, það var meira svona, þú veist, börnin og eiga þau eftir að deyta og eitthvað þannig, en ekki, þú veist, hver verður... Það er alltaf að okkur. En já. En ég held að alltaf svona Netflix-stjörnur, þú veist, ekki allar Netflix-stjörnur, bara það er svona kannski meira svona Disney og þú veist, ég veit hún er ekki Netflix, en þú veist, þetta er svona næsta kynslóð. Zendaya, hún verður fucking risastór, sko. Zendaya? Zendaya. Ég held að vera að tala um þessu Netflix-stjörnur sem Zendaya. Já, nei. Ég veit að hún er ekki Netflix, 100%, en hún er bara, þú veist, næsta Angelina Jolie til dæmis, myndi ég halda. Þannig að, þú veist, og stelpan sem leki héti það ekki Queen's Gambit? Já. Hún var mjög flott, sko. Vá, hún er geggjuð, sko. Já, hún er geggjuð, sko. Þannig að, þú veist, það er alls konar svona ungir sem eru upcoming, já. Þannig ég get ekki svarað, en af svona eldri kynnt, já, bara svona OGs. Þá já, Katie Holmes var ég geggjað. Cameron Diaz, mér finnst hún flott. Já. Ekki hún sé lík mér finnst hún bara flott. Nei, já. Vá, hvað er random þátt. Já. Jessica Biel. Já, hún er flott, sko. Jolie náttúrulega. Já, en hún er svona svo cool. Já, hún er aðeins svo dark svona. Já, hún er svo cool. Fyrst maður svona jolly manneski, sko. Já, vá, ég veit það ekki. Cameron Diaz var alveg góð, eða Drew Barrymore eða eitthvað. Já, hún er flott líka, sko. Það er alls konar hugmyndir. Það þurftir eitthvað góðan joker, sko. Já, eitthvað flippra. Já. En þig, Margaret Robbie. Ég veit ekki. Já. Jú, hún er flott maður. Hún er geggjuð. Já, geggjuð, sko. Akkur er þá ekki hún? Ég veit það ekki. Jú, segðu hún. Ok, segjum hún bara. Já,
hún bara algjör queen en það ekki, þetta var bara svona átó því að fólk segir oft mig já, en það ennþá betra ef að manneskinu líkir já, algjörlega, en ég var svona að hugsa, einhver önnur ég var svona að reyna að hugsa einhver aðra þetta var bara svona átó svarið svona típiska svarið, já skilji, ok en mér finnst bara típiska svarið vera besta svarið þarna, já, reyndar þetta engan annar í hug, nei Margot Robbie, þetta er geggja take var hann bara eitthvað sem sagði mér hann að ég fekk, þegar Mamma Mia 2 kom út já þá voru allir að senda mér bara, þú alveg svo leikon mér finnst það 0 sem bara Amanda Seyfried nei, Mamma Mia 2 já. eða 3, ég veit ekki hvað margar 6 3 er þið 3 Mamma Mia? Ég veit ekki, jú eða ekki nei, það er bara þið 2 hann sem leika hann Donni unga heitir hún ekki Donna? já, sem Lily James já það voru allir að senda á mig ég tengi ekki neitt við það samt ég sé meira Margot Robbie sko. já, ég sé smá eftir að þú sagðir þetta um mig það voru svona, ok, ég get sé hvað fólk væri að tala en Margot Robbie mikið meira sko. já, ég skil það frekar sko. ég sé þetta nefnilega ekki neitt en þetta er svona eina mannskja sem ég fengi eins oft eða ég svona svipa oft og Margot sko. já, en þetta er ógeðslega leikuna já, hún geggi sko en já það var líka gott að eldast eins og Meryl Streep sko, hún er alveg beautiful hún queen þannig að hún var að leika Donnu yngri já, flott að verða Donna eldri sem Meryl Streep já en já, þetta er góð spurning dagsins af þetta tengis náttúrulega topicinu sem what the topic is bíómyndir fræðafólki eða þú veist, frægt fólk sem á svona eigin svona biography já og þetta kom frá teboðsgesti þetta var í hverstað í DM hjá okkur ótrúlega skemmtilegt já, við elskum að fá svona já, og það kom eftir að manneskjan hlustaði á þú veist, teboðsgestunum sem að hlustaði sem sendið inn, þetta kom eftir að hún var búin að hlusta á Hollywood morð með það sem vorum að tala við Ingu já. það sem við tölum bíómyndunum Selínu og henni var svo áhugavert að heyra að það væri til bíómyndum eins og mannsku að hún vildi heyra hvort það væri til bíómyndir fleiri. Það er geggjað. Já. En svo bara ertu ekki sammála mér þegar þú fórst að rannsaka þetta. Það er ekkert margar Hollywood-stjörnur. Nei, margar stjörnur. Yfirlega svona fólk sem er frægt fyrir einhverju uppfinningar og ég fattar mig. Eða íþróttamenn. Kannski er það ekki bara enda komið. Ég nefnilega held ekki. Að því að þú veist eins og alla svona frægustu myndinar þá söngvara og allt þannig það er svo way back en það er svona að koma út 2000 og eitthvað skilur já. Þannig að ég held að sé bara eftir að gera mynd allt þetta fræga fólk bara... kannski eina Hollywood-stjarnan svona núna sem er dettur í hug sem á bíómyndum sjálf sig er bara 50 Cent já, vá ég skrifaði Eminem líka já, Eminem, ég skrifaði ekki heldur 8 Mile ég skrifaði hvoru af þessar myndir það eru báða mjög góðar já, en þetta er svona þú veist eða fáu af þeim sem eru eitthvað frægir þeir eru líka að leika sjálf á sig já það er nefnilega, já og það sem þeir gerðu öðruvísi við það á móti því sem fólk er kannski að gera í dag margir að gefa heimildamindir sjálf á sig en við erum ekki alveg þar nei, við erum ekki að taka það við erum meira að taka svona scripted myndir líf en ætla að sé ekki bara því að heimildamindir eru meira hot stuff núna jú fólk er að fíla svo mikið svona documentaries og bara eitthvað svona real life things og eitthvað svona, þú veist það er allir vilja sjá raunina og bara, og þú veist sannleikan á bakvið allt og þú veist, þess vegna er fólk alveg, en einmitt, bara þú veist eitt af stjörnunum sem eru frægir í dag og eru með bíómynd, þá hugsaði bara 50 Cent og Eminem, geggja punktur, ég skrif ekki svona 8 Mile, ég stenglaði því ég bara glemdi þeim báðum, sko en byrjum bara á þeim 50 Cent á bíómynd sjálf sig sem heitir Get Rich or Die Trying og það sem hann er að leika sjálf sig og maður fær svona að vita hvað gerðist hann, oh my god, ég veit eina mannski sem mun koma bíómyndum kann ég 100p það mun gerast en heldur að verði, því ég veit hann er að vinna heimildamyndum sjálf sig sko en þú ert að tala um leikin, já örgulega bara þegar hann bara er eldgamall eða fallin frá ég held það líka sko það mun gerast að því að þetta er eitt stærsti listamaður okkar tíma líka bara hvernig að gerðist skilur með kjálkan á honum og þú veist það er svona svipa eins og 50 já, einmitt vá, það verður uppáhaldsbíómyndin mín já, ég er spennt að sjá hana hvað ætla hann heiti? Hvað ætla hann muni heita?
Yay. Eitthvað svona, þú veist í eitthvað lag ég veit Dark ekki. fantasy. Það var alveg flott bara skýra það. Þetta er 100% rétt hjá þér. Já. Kann ég fær mynd, sko. 100%. Allan daginn. Kim gæti það líka. Britney gæti líka. Já, vá. Bara leiknamynd. Vá, 100%. Vá, hvað það verður spennandi. Já, veist þau var náttúrulega til dokumentari sem Britney, hellingur af þeim. Já. Þegar mun koma meiri ljós sem að við vonum að gerast þessu ári. Það gerist þessu ári. Já. Þá mun koma bíómynd, sko. Já. Og ég vona sko að hún fá leikstýrinni. Já, það verður trillt. Ég vona bara að hún fá að velja leikonu. Já. Hún fá að leikstýra. Svo var bara hennar upplifun. Já. Og við fáum bara svolítið að heyra hennar upplifun í gegnum það. Það er tilalegi held ég miklu meira en við höldum sem er þannig. Já. Svona fólk að leikstýra svona skáldi í gegnum svona inspireda á sínu lífi. Svona eins og Kyle. Já. Þættina, Kyle úr Real Housewives. Já. Hún leikstýriði þáttum og það var byggt á hennar lífi og systur hennar. Einmitt. Þeir náðu ekki langt en það var, en 100%. Ég held að það er eftir að vera svolítið tískan. Já. Ég held að það sé bara betra, ég held að þið vilja það frekar af því að þá ertu ekki að særa hann einn nöfn eða eitthvað þannig. Já, það er rétt. En ég held eins og með Kanye. Já. Ég held að það verði frekar þegar hann er fallin frá. Já. Já. Pottet, ég held það sko. Já. Að því ég held að hann myndi ekki alveg segja söguna, ég er ekki sem hann myndi ekki segja hana rétt, en hann myndi ekki segja hana hlutlust. Nei. Að hann er ekki hlutlust. Ég held að ef það væri gert áður en að hann verið fallið frá, þá væri hann ekki partur af þessu. Já, nákvæmlega. Má það ekki alveg? Jú, það má. Já. Það má 100%. Alltaf eitthvað skrítið. Já. Það var eitthvað myndi bara búið til mynd lífið, þú fyrir að ekkert að segja. Einmitt. En Get Rich or Die Trying, það er myndin hans 50, leikur sér sjálfan og maður sé bara svona hvaðan hann kemur, hvernig hann náði á hann stað sem hann þannig sé komin á í dag. Maður sér ekkert þarna restina af þú veist, því sem hann er búin að vera að gera í dag, því að þetta endar svona hann er fyrir eitthvað ungur ennþá. En það kannski kemur bara 2. Já, hann ætla að gera þessa mynd líka þegar hann var alveg mjög ungur. Ennþá. Já, ég segi það. Fyrst þannig að við erum ekkert það, í þessar mynd sér það ekkert leiklistaferilinn hans. Nei. En hann er náttúrulega bara, þetta er bara hvernig hann byrjaði. Já, hvernig hann byrjaði. Það er yfirleitt svona skemmtilegast hluturinn af svona hvernig byrjaði M&M, hvernig byrjaði þessi. Já, þú getur fyllt í eðunar, restina. Já, þið hittir allt til. Já, algjörlega. En það er geggjuð mynd. Það er fyrst, fyrir þá sem hafa ekki séð hana. Hún er alveg skemmtileg. Gekkjuð. Ég ætla að tjekka, bara svona gaman ef við tjekkum alltaf. IMDb-skor? Já. Fyrst að ég er með IMDb-skor og allir myndunar sem ég er með hérna. Ég líka. Já, en að því að ég skrifaði ekki niður 8 mæl niður Get Rich or Die Trying. Nei, bókaði að finna að við gerðum það báðar. Já. Hún er reynda bara með 5,4. What? Ok, ha? En ég ætla samt að segja það, hún er góð sko. Mjög svona góð. Já. Ok. Ég veit ekki, ég elska 50 bara. Ég líka elska 50, en kannski er það. Kannski er mikið hlutlaus. Annars vegar er það 8 Mile og það er sérst bíómyndin bara nákvæmlega sama koncept, bara uppbruna M&M. Hvernig kom Get Rich út? Get Rich kom út 2005. Og hvernig kom 8 Mile? 8 Mile kom út 3 árum undan, 2002. Já, þetta er svona svipað tími, svipað típa af myndum. Já. Og þeir eru alveg svona, þeir eru alveg oft verið svona vinnir. Já, þeir eru alveg fellar sko. Þú veist, þeir eru ekki allan svona einhverju óvinnir. En 8 Mile er sérst bara eitt líf hans M&M's og það er ógeðslega góð mynd. Hún er geggjuð. Og þar sýnir hann til dæmis mikið inn í sambandsitt við mömmu sína. Eins og við ræddum í Vondi foreldrar og þú veist, hún var ekki alveg, þú veist ekki queen good way to put it. Ég held að hann tala að við minni rétt er það ekki. Nei, hann fer ekkert í hvernig hann kynntist basmömmu sinni, en það er til dæmis eitthvað sem mætti alveg gera heila bíómyndum sko. True. En það er ógeðslega góð mynd og hún fekk 7,1. Já. Og hún tala betri en 50 myndin. Já, 7, eitthvað 7 plus og IMDb er gott ekki. Já, það er það. Já, það er það. Mér myndi alveg gefa, mér finnst alveg gróft að gefa 55 eitthvað. Já, það er bara fallengun sko. Já, með við IMDb sko. Já. Það er svona ömulegar grínmyndir sem eru svona ágætar fá þetta. Já, ömulegar hryllingsmyndir. Já. Hókarins. Hryllingsmyndir fá eiginlega aldrei góð skor. Nei, mjög sjaldan. Mjög sjaldan. En já, ok, næst sem ég er með hérna er myndin Ray sem er lífið hans Ray Charles og Jamie Foxx leikur hann.
Við horfðum við ekki á þessu mynd saman. Já, ok. Horfðum hann held í skólan? Já, tónlistasögu eða eitthvað? Já, við tókum áfangar, við hétt tónlistasaga. Já. Tónlistaval. Var það tónlistaval? Tónlistasaga Val. Þetta var Val. Valáfangi, já. Og það gerðum við fyrirlestur Kanye og svona. Og við erum alltaf svo samkvæmar sjálfum okkar. En þá talum sömu hluti síðan úr MS. Elsku það. Þar horfðum við þessa mynd og þetta fárlega góð mynd. Ógeðslega góð mynd. Ég hlakkaði bara til að koma í skólan og horfa á þessa mynd, sko. Já. Mér ennþálega að horfa hana aftur. Mér líka. Þið þurftum að horfa hana í pörtum að þið vorum í skólanum. Já. Ég var ógeðslega að horfa á Ray Charles myndin aftur. Líka bara Jamie Foxx. Fucking góður. Leika Ray Charles. Eða ekki hlusta á Ray Charles, þá mæli mig. Já, bara go ahead, En ekki er. En hún með 7,7 IMDb. Það er mjög gott, sko. Fucking gott. Hún alveg mjög gott. Það sýnir bara allt lífi hans og hvernig það var að vera frægur á þessum tíma og hann sann alltaf blindur og bara allt, þetta bara mjög áhugavert og mjög skemmtileg mynd. Eða mjög áhugaverð mynd. Mjög áhugaverð mynd. Sýnir þetta er mjög dimm mynd, sko. Það er það. Já. En en ég held að sé bara líka svolítið dimmir tímar þarna. Já. Þarna neysla eiturlega neysla hámarki. Alveg gróf. Alveg gróf, en þessi mynd komum út 2004, þannig að við sjáum það er svolítið svona þema yfir þessu þarna í early 2000 að vera að gefa út bíómyndir fræga fólki. Og veitu, 50 kom 2004 líka 2005. Hann hefur verið bara, ok, Ray Charles er komið mynd. Já, eða þú veist, ef Ray Charles gaf út 2004 þá var það að byrja að vinna í Get Rich myndri. En þið hefur öll heyrt eitthvað lag með honum. Með Ray Charles, þú veist, pröfa að googla hann þá Georgia on my mind og I got a woman sem að Gold Digger er búin til úr basically. She get money Það? Já. Það er líka Jamie Foxx. Já. Þannig það lag kom út eftir myndina, eða ekki? Já, ekki. Ég held það. Og það var svona innspóð og ástæðan okkur hann að syngja í þessu lagi því hann var að leika Ray Charles. Já, jú. Það kemur út að mér sýnist 2009. Já, en það passar. Það passar. Já, og svona í svona sama dúr og þessi mynd fyrst mér The Walk the Line. Þú veist, ef það hafði ekki séð Walk the Line. Hún trillt. Þetta er geggjumynd. Þetta líka gaf mér bara newfound respect fyrir tónlistarmanninum Johnny Cash. Johnny Cash. Þetta er svona lífi hans, hvernig hann var frægur, hvernig hann var að vera frægur á hans tíma. Já. Eða hvernig lífið hans var og allt bara þetta er geggjumynd, sko. Geðveik mynd og geðveikir leikarar. Já. Þannig að Joaquin Phoenix og Reese Witherspoon. Við elskum Reese. Elskum náttúrulega Reese. En það er nákvæmlega það, bara Johnny Cash, það er ekki tónlistarmaður sem að ég hefði eitthvað svona fatta bara eitthvað að byrja að hlusta á sjálf eða eitthvað þannig. Nei. En ég fekk alveg bara aðdáðan að þessu manni eftir þessu mynd. Já. Svo mest hann bara cool, þú veist. Hann geggjaði, sko. Hann tónlistin hans er trillt líka, sko. Já, og ástarsagan hans frekar sturluð. Mjög. Hann mælum með þessar mynd, hún er með 7,8 á IMDb. Já, herri heldur en Ray, þannig að ef það ætla að byrja ekstra, þá byrjaði á Walk the Line. Já. En hún kom út hvað? 2005 líka? Já. Það er alveg crazy. Já, þetta er mjög skrítið, sko. En önnur stjarna sem er ennþá líf í dag og er búin að fá svona eigin bíómynd og kannski glemdum sem að minnast á þetta áðan, en það er Rocketman. Já, auðvitað. Já. Elton John. Hún er ný. Bara 2019, já, sko. Alveg rétt. En það er tónlistarmannin Elton John. Hvað? Já, það kom líka Bohemian Rhapsody. Já. En Freddy er náttúrulega fallin frá, sko. Já, ég veit það. En þú veist, ég var að tala ég hef ekki séð svona nýja mynd í dag. Nei. En það er bara 100% þess að komu back to back bara 2018, 2019. Já. Vá, ég hef bara að gleyma. Rocketman allavega. Ef þið hafði ekki tjekkað henni þá myndi ég 100% gera það. Já, mjög góð. Sagan hans Elton John. Já. Fáránlega góð. Já. Og líka, þú veist, maður fyrir aðeins að skikjast inn í því að maður er alltaf að vita hvað Elton John er. Og maður er alltaf svona, hann er alltaf í svo skrýtnum búningum og eitthvað. Það er geðið gaman að sjá svona hann verða þessi karakter. Já, alltaf. Og bara hvað hann kemur og bara svona hans breakthrough. Hvor fannst þér betri Bohemian Rhapsody eða hvað hérna? Rocketman. Hvor fannst mér betri? Sko, ég veit það ekki.
Ég held við fílaði Bohemian Rhapsody betur af því að hinn en að Rocketman var meira svona sing-along skilur, það var svo mikið þannig líka því að sagan hans Freddie Mercury sem að Bohemian Rhapsody hún er líka löng sko en hún er líka bara svo ógeðslega áhugaverð og veist, allt þetta með AIDS og hérna og með það að vera samkynhneigður og þetta var svo ógeðslega áhugaverð en hún Rocketman með 7,3 á IMDb og Bohemian Rhapsody með 8 þannig að Bohemian er betri samkvæmt IMDb en hérna en 100% þú veist Elton John við veitum öll hvað það er þannig ef við viljum vita meir um hann þá hérna mælum með já, það er skemmtilegt að þú veist líka þú hefur ekkert til að horfa á skilur ég ætla að taka bara núna seasona sem ég ætla að horfa á allar svona myndir já, af því að þú ert líka að kynna stjörnunni svo vel og þú veist eins og bara með Walk the Line skilur ég fekk eitthvað aðdáðan á Johnny Cash sem ég vissi ekki að ég gæti haft það er ekki kannski eins og ég segi tónlistamæður sem ég hefði kveikt á áður en ég hef horft á þessa mynd en núna er bara sum af uppbólslögunum mínum er frá Johnny Cash og saman með Elton John skilur það er þess að því að ég veit að hann var mjög vinsall með okkar kynslunum kannski fyrir þá sem er aðeins yngri veit ekki hversu mikið legend hann er í raun og veru hver, Johnny Cash? Nei, Elton John mér finnst Johnny Cash verið meira svona fyrir mér sko já ég veit ekki alveg jú þeir eru allir þessir menn en bara geggjaði sko þessi legend fyrir öllum ég held að allir þekki þessi nöfn ég er ekki viss sko Elton John jú, kannski Elton John, ekki Johnny Cash nei, kannski ekki nei. En ég vona það einlega og Ray Charles, þetta er alveg orðið svolítið svona Ray Charles er náttúrulega ég myndi skilja það mest já. En að þekki ekki Johnny Cash er þess að þekki ekki Elvis Presley fyrir mér sko 100% þetta er bara basically það er á Elvis Presley ekki mynd já, jú, hann á mynd, við horfum á hana já, hvað er að okkur? Vá, það er svo erfitt að googla þetta en svo núna erum við að fatta við horfum á Elvis myndina sko hún heitir bara Elvis nei, það er ný mynd að koma út er ekki til mynd, akkur líður mér sem sé myndum hann það er búið til einhver mynd jú, Elvis 1979, ég ætla að tjekka hann ok, ég ætla að segja ykkur árið 2022 á næsta ári er að koma bíómynd Elvis Presley vá, það er magna já og Austin Butler ert að grínast þú veist okkur þetta er girl what, þessi gæi girl ok, fyrir þá sem að veit ekki hver Austin, úr hverju er hann er úr þú veist, Hannah Montana The Carrie Diaries var hann ekki vinsalasti það já, Carrie Diaries, það er þaðan já, og hann var hann ekki að deyta Vanessa Hudgens skellingi eða eitthvað jú, þau voru saman já oh my god vákvæði spennt Elvis Presley myndin 2022 það stendur hérna hún er scheduled to release þess að það kom út 3. júní 2022 já það tökum við þáttum hann ég var að segja þetta er bara þáttur Elvis og myndina já og Austin Butler já og Tom Hanks líka já þetta er crazy ég elska Tom Hanks hann Austin er örugglega yngri og Tom eldri ok, vákvæði spennt vissi ekki ég myndi hafa svona miklar, skoðanir já en já, þannig ég held að sé enginn svona alveg, þannig sé góð mynd Elvis eða eitthvað ég hlýta að vera ruglast þú hefur ruglast séð heimildamindir þetta er hellingur mér líður þess að ég hafi séð leikna mynd en kannski er ég ruglað við eitthvað annað, hlýtur að vera já ok, það getur verið já, ég er alveg mjög spennt og mér er mjög skrítið að sé ekki ennþá komin mynd út hann kannski að það stundum þarf bara rétt leikrana, rétta tíman rétta production og þess vegna hefur það ekki ennþá kannski er það alltaf búið að vera að banna það og núna er það að fá leyfi fyrir lögunum eða eitthvað svo við þinn Houston á eftir að fá mynd sko já þú veist Dolly Parton á eftir að fá mynd þess að hlýtur að vera já ef við erum að tala tónlistamenn já, tónlistafólki fara yfirleitt myndir hefur ekkert að vera mynd leikara nei, þau eru að leika góð spurning þetta er mynd leikara lífi hjá leikara mér finnst alveg eins og Angelina Jolie getur fengið mynd já, margir að þeim getur fengið mynd sko já. Jennifer Aniston já, með mömmu sína já geðu eitthvað pæling sko en ok, svona þessi Selena
myndin sem við tölum og J.Lo að leika hana þannig að við mælum með að kíkja á hana hún með 6,8 á IMDb já og næsta sem ég er með The Social Network sem hann Mark Zuckerberg og bara hvernig hann fór frá því að vera einhver þú veist, að fikta í tölvunni yfir í að búa til eitthvað forrit til þess að kompera stelpur eða eitthvað yfir í að gera Facebook þetta var magnað ég hef ekki séð hana ég veit það hún góð sko já eftir að sjá hana hún mjög góð, ég mæli með að horfa hana á eftir að sjá einmitt þessa Social Network og svo Steve Jobs myndina ég hef ekki séð Steve Jobs veldi sem að Aston Kutcher leikur í jú, hún geggjuð jú, ég er búin að sjá hana ég hef eftir að sjá hana sko girl þessar tvær myndir svona smá svipaðar og það alveg jú, það mjög góðar hún heitir heldur bara Jobs eða ekki jú, heldur hún heitir bara Steve Jobs jú, Jobs movie það ekki jú, Jobs jú, hún góð sko jú, hún mjög góð já, ég þarf að sjá hana sko okkur að fatta marga myndir á með við sitjum hérna já, en það oft þannig ef maður bara fer að ræða hlutina þá hérna ég mæli með þessum tveim veitu, Jobs myndin hérna bara Jobs 2015 það ekki með Aston Kutcher jú, nei 2013 Jobs 2013 Aston Kutcher já, ok, já, ég opnaði aðra ok, jú, það einmitt það ég til að sjá hana þessi mjög góð þetta fór, hvernig hann bjóð til Apple bara í bílskurnum bara heima á foreldrum sínum sko. Apple skýrt eftir barninu hans ég man ekki ég held að dóttir hans heiti það óslega landsýsmynd, ég held að sá hana bara þegar hún kom út sko, 2013 eða eitthvað en ég man mér fannst hún mjög skemmtileg ég þarf að sjá hana sko en já, þú veist að tala Social Network, sorry já, ég var bara að segja að það bara mynd Mark Zuckerberg og hvernig hann bjóði Facebook og hún mjög góð sko ég er spennt að sjá hana já, svo náttúrulega eins og þú talar við tölum Anna Selínu hún veik alveg 6,8 já það svona alltaf sko já, tóldi, horfður á hana? Nei ég horfði á hana eða ég kveikti á henni og sopnaði að það var mjög þreytt, það var ekki að því hún var leðileg okay. en þessi horfði á alla myndina það hlýðin á þess hvernig fannst hann? Hún fannst hann mjög góð sko það var bara sjokkið hann í lokinu hann alltaf var ekki búin að heyra söguna hvernig allt gerðist það var bara vakti mig mér mynd bara þetta gerðist ég eitthvað, ég veit oh my god, ég verð að sjá hana já, mér langar að horfa á hana með fullu meðvitund já með fullri meðvitund ég er svo þreytt þegar ég kveiki á eitthvað í rúmi þá er ég bara farin sko. þetta alltaf svona, þú veist, eins og við vorum með þættinum ég var bara, oh my god, ég ætla heim horfa sem mynd svo fer ég heim og ég bara, hvað ég horfa á mér dettur ekki neitt svona í hug ég horfði hann þá sko en þú veist, ég gleymi alltaf öllu Birta ég næst ætla ég að senda þér bara snapp bara, hvað hef ég sagt að ég langi að horfa á þá segir þú, sko. Social Network, Jobs Selína ég sá líka mynd sem ég hef ekki séð en ég sá að hérna til Frida Kahlo já hérna sérst bara svona lífi hennar sem hún er bara mjög fræg listakona og hérna Salma Hayek leikur hana já, ok og þetta ávist að vera bara fáránlega þú veist, hérna bara góð bíómynd sem þú veist lýsir hvernig hún svona hugsunarháttun hennar kom fram í listin hennar og hún var alveg 7,4 wow. já, það er mikið hún heitir bara Frida okay. frá 2002 bara 100% eitthvað til þess að tjekka sko. já, það var ein mynd líka sem að ég sá ég ekki séð en mér langar að sjá og það er myndin Jackie Jackie Kennedy. Já, og Natalie Portman ég verð að sjá þá mynd hvenær kom hún út? Sjá ég nefnilega, mér langar ógeðslega að sjá meira Jackie já, og þetta gerist þú veist að myndin fjallar eftir að hann er myrtur og hvernig lífið hennar er náttúrulega bara ógeðslega trauma já, bara hvernig hún er að díla við þetta skilur við það er áhugavert take að því að maður væri alveg jafn áhugaverð að sjá líf mynd líf hennar sem bara forsetafrúin, já en ógeðslega áhugavert að sjá líka já, hún er þarna bara að díla við þessa sorg og með börnin og hún komst 2016 og hún fær 6,7 á IMDb ok það er rúglega lágætt ég held að sé að samt alveg worth the watch sko já, ekki ég held að önnur mynd sem að kom út svona svolítið á okkar tíma af svona svolítið kannski þeim sem eru ennþá frægir í dag sem við glemdum minnist á aðan en það er Straight Outta Compton ok, true já, hún var geggjuð
ég bara núna langar að sjá hana aftur. Já. Það var langt síðan ég sé hana, en hún kom út árið 2015 ég sá hana bara sama ár. Já. Hérna, en Ég sá hana bara þegar hún bíó, sko. ég segi það, bara 2015. Það er alltaf langt síðan. Já, Nei. vá, hvað hún var hyped. Marst ég var Já. allir bara, besta með þessu Compton. Gekk. Bólitnir og það Já. gett mikið úr þessu. En hérna, það er til þessu, þú veist, sú bíómynd, Straight Outta Compton, er hip-hop grúppuna NWA, sem er basically eitthvað, tónlistmann Eazy-E, Ice Cube, sem við kannski þekkjum meira, Mac Ren, sem við þekkjum kannski aðeins minna, Dr. Dre, Þekkjum hann öll. við þekkjum hann, og DJ Yella. Þetta var mjög skemmtileg mynd. Og já, þeir eru fleiri, þú veist, en ég man ekki hvort að, þú veist, var Snoop eitthvað tekinn fyrir þessa mynd, ég man það ekki. Hann kom eitthvað að tala, ekki? Heyrðu, nei, sonur hans var leikan. Alveg rétt. Þannig að það er líka einmitt svona smá Snoop Dogg og eitthvað. Þetta var ekki mynd. Geðveik mynd. Hún fekk alveg 7,8. Já. Og það er herra en Ray Charles myndin, sko. Það munar einni komu. Ég veit, but I'm just saying. En já, true. En þú veist, þetta kemur á meiri svona tæknilegum tímum. Sorry, ég var... Fleiri að reyta örgla. Já, Ég stend með mínum manni Ray Charles. Já, hann er æði, sko. En ég var að rugglast, hann held að ég man ekki hvort það var sonur Snoop sem leik Snoop eða hvort það var sonur Dr. Dre sem leik Dr. Dre. Já, það var sonur Dr. Dre sem leik Dr. Dre. Já. En ég minnir að koma bara svona viðtal við Snoop eða eitthvað inn í þessu eða eitthvað. Ég man ekki eftir því. Það er eitthvað svona, það er eitt kastaður sem Snoop en ég held að þetta sé ekki mikið hann. Nei. En jú, Snoop virsilega tjáði sig myndina. Þeir voru allir ánægði með myndina, sko. Já, það er góð mynd, sko. Líka þú leifir ekki síniðinum að leika þig. Eða hvort það var sonur Ice Cube. Það var annars sonur Dr. Dre, sonur Ice Cube sem að leik. Getur ekki séð hann hjá þér? Nei. Ég man það ekki. En það var alltaf sonur eitthvað svo þannig stóð sem ég vel. Ég held að það var Dr. Dre, Já, sko. Ég minnir að þeir Dr. eru Dre. eitthvað fokkin líkir og eitthvað. Já. En Straight Outta Compton, það er geggjumynd. Já. Og það er einmitt stjörnur sem eru ennþá Já, en þá og lífi í dag, skilur. Þannig að það er gott að gefa þeim myndum líka séns, sko. True. Þetta var mjög góð mynd. Já, mjög góð mynd. Síðan er það bíómyndin, ég er með hérna skrifa niður, þú veist, þetta er einmitt svona, þetta er vissulega stjarna, en þetta er ekki svona kannski Hollywood stjarna okkar skala, en það er Stephen Hawking. Já, mér langar að sjá þessu mynd. Mér líka, ég er ekki múin að sjá hana. Ég vissi ekki svona af þessari mynd. The Theory of Everything. Sko, ég elska leikarann sem er að leika Stephen Hawking. Já. Hann leikur í Fantastic Beasts. Alveg rétt. Þetta er æði. En þetta er alveg áhugavert fannst mér að því að þetta er lífið hans áður en hann greinist með sjúkdóminn sem hann er með og bara, ég hef ekki hugmynd Nei. Að hann hefði, þú veist, átt líf fyrir það einhvern veginn. Já, mitt. Og það gleði mig að heyra það. Algjörlega. En þetta, já, þetta er bara eitthvað geggjumynd bara hans líf, hvernig hann varð áður og hvernig hann byrjar að vera veikur, það ekki? Jú. Að mér skildist það, sko. Að einmitt. Og sambandið milli hans og konans, hvað. Já. Og mér finnst það hljóma ógeðslega vel. Mér langar rosalega mikið að horfa á þessu mynd. Þegar hver er bara meira áhugaverð heldur Stephen Hawking? Nei, ándjóks. Hann er rosalega áhugaverð mannskja. Og bara gaman að skál gaman að svona komast aðeins inn í hausinn á, þú veist, hugsunarháttinn og svona. Já, bara sjá hvernig manneskja hann var bara mjög áhugavert. Ég hef ekki hugmynd að þessi mynd er til. Nei. Síðan er ein mynd að því við erum að tala um svona stjörnur og þannig sem að pínu svona blew my mind. Ég veit ekki marga sem að sé þessa mynd en ég mæli með þessa mynd fáránlega mikið. En það er bíómyndin Cadillac Records. Ok, þetta er sem sagt, þessi mynd kom út árið 2008 og er sem sagt í rauninni bara svona biografía Cadillac Records sem var bara svona plötu fyrirtæki og þetta er svona að vera að skoða tónlistabransan í svona snemma 1940 til 1960 þannig að þetta eru gamla stjörnur skilur og til dæmis það er verið að leika Etta James sem er kannski svona það var allavega nafnið sem að ég þegar ég horfði á þessa mynd fyrst vissi mest hver væri en Etta James er svona
Mjög fræg sönguna. Mjög fræg sönguna og og hún til dæmis með lagið At Last. Já, þannig að fólk veit svona, þú veist, það hefur heyrt lögin hennar, skiljið mig. En Catalog Records er sem sagt, já, bara þá er tekið þetta plötufyrirtæki fyrir og það er alveg margir sem að koma fram í þessari, eða þú veist, er tekni fyrir í þessari mynd eins og Etta James og að mig minnir Mick Jagger og eitthvað. Já, ok. Þú veist, það er alveg fleiri. En en það sem er svo ógeðslega áhugavert og það sem svona blew my mind við þetta er að það er mikið líka að tala bara rasisma og þú veist, þarna á þessum tíma átti fólk með dökka hörund erfiðara að koma sér á framfæri heldur en hvítt fólk og þar er mitt tekið fyrir, það er einn af það með minnir hann kallaði sig Wolf, ykkur söngvari hann geggjar, hann bara trillta rödd bara geðveikt svona sérstaka rödd og eitthvað að hann var að gefa út lag og eitthvað svona það var ekkert að ná neinum spilunum eða neitt þannig og í myndin er það svolítið svona, þú veist sýnt þannig að því að það sé út af því að hann er svartur en svo tekur Elvis Presley nákvæmlega saman lag tekur lagið hans og það verður bara hittari Jú, þannig að þetta pínu svolítið svona opnar augun fyrir maður svona, wow, þú veist ég ætla virkilega að tjekka hver á þetta lag að því að til dæmis ekki allir sem veit það en I Will Always Love You sem að Whitney Houston gerði bara ógeðslega frægt þannig er þetta öfugt Já. En það er Dolly Parton lag Nei, það? Já What? Þannig að þú veist við erum svolítið öfugt þarna því að Whitney Houston alltaf með dökk hörund og Dolly Parton ekki en ég bara tala það er ekkert alltaf stjarnar sem að þú heldur að eigi lagið á það ekki alltaf og þegar þetta eru líka svona legendary lög þá kemur mann alveg óvart sko. Og með Catalog Records sem ég mæli ógeðslega mikið með hún er ekkert með bestu einhvern, hún er með 7 með góða einhvern það er aðra myndir sem við tala sem eru með betri einhvern en Beyoncé leikur Etta James Nei, stopp Jú. Ég var að beint ára á hana hún er hef ég séð hana ég hef séð hana þessi mynd þetta er til alveg iconic atrið úr þessar myndi I'd rather go blind já, ég sé þessa mynd eitt tips til allra núti það gáði ástasorg að hlusta á Beyoncé syngja I'd rather go blind það er bara ég fæ gæsa að hugsa þetta lag án jokes hún syngur það er bæði I'd rather go blind og All I Could Do Is Cry með Beyoncé í þessari bíómynd lög eftir Etta James God damn Babaloo Vá, ég þarf að horfa á þessa mynd aftur svo langt til ég sé hana með þess en ég fíla þessa mynd ógeðslega mikið því að þessi, hún sýnir svolítið svona svona, þú veist, ströggulið frá tónlistaheimum 1940-1960 já og bara ógeðslega flott ógeðslega flott bíómynd já og hann ég mæli 100% með henni líka já, ég mæli líka með henni já, varst þú með eitthvað fleiri? Herra, ég var með ein enn sem ég hef ekki séð, mér langar að sjá ok og það er Coco Before Chanel ég hef ekki séð hana, þetta er bíómynd hana já vá mér langar að sjá hana hún er með 6,7 reyndar á IMDb en þetta var bara svona hvernig hún náði að koma sér á geggjaðan stað bara í tískaheiminum ok, það er geðvikt já what the hell, hvernig komin út? 2009 ég hef hýrt þetta en ég hef aldrei séð þetta nei, en þetta er ekki træðileg engu en ég held að hún sé ekki eitthvað umuleg nei en ég er ekki að múðga neitt sem kannski elskar þessa mynd en ég bara hef ekki hugmynd nei ég hef aldrei heyrt hana Coco Before Chanel ég hef heyrt, ég hef alveg séð coverist þegar ég horfa á það en ég hef aldrei bara eitt play, skilur nei, ég þarf að gera það sko, við þurfum að gera það að það er líka þannig, bíómyndi geta oft svona gefið newfound respect fyrir fólki já, nefnilega og þú kannt bara meta það í öðru, þú veist og maður sér líka bara manneskina baka Chanel fyrir mér er bara Chanel vörumerki, já, það er ekki Coco Chanel, skilur nei, alveg svo þegar við horfðum á The Assassination of Gianni Versace já. Núna er Versace bara Gianni og Donatella fyrir mér, skilur það er bara, þú ert með andlit á bakvið og maður ber miklu meiri virðingu fyrir já, bara algjörlega merkinu og sama með tónlistafólk maður ber miklu meiri, þú veist þegar það er gert bíómynd maður ber miklu meiri virðingu fyrir tónlistinu þeirra þegar maður veit söguna þeirra veit allt sem við gangi gegnum eins og maður horfa á þessar þú veist, ég veit ekki, kannski þurftum við að sittast niður og horfa á okkur heimildamyndum til Swift til þess að fá respekt fyrir mannskinu það gæti verið sko hún er búin að gefa út á heimildamynd eitthvað sem er eitthvað aldrei er ég að fara að kveika á þessu sko
Það er ólíklegt. Já. En þarna er svona kannski moment sem við þyrftum að því við erum ekki fans. Þetta er alveg hárrétt hjá þér. Já, kannski þyrftum við bara að leggja það á okkur, að ít og play. Algjörlega. Kannski, en ég held ekki mér það mjög ólíkt. Já, you never know. En já, þetta er vissulega góða punktur. Við verðum að practice what we preach. True. Herru, ég hlakka til bara að hitta þig sem sagt byrja aðeins, ég ætla mig geggja endi byrja aðeins. Is it gone? Já, nei, leið mér að segja það. Okay. Mér hlakka bara rosalega mikið tilið. Mér hlakkar rosalega mikið til að hitta þig eftir 3. júní 2022 og ræða Elvis Presley myndina. Það var endurinn. Sjáumst 3. júní 2022. Já, með framhald af þessum þætti.